Verðmætin í hafinu við Ísland eru hreint ótrúleg og ýmsir fletir á þessum verðmætum. Við getum talað sjómennskuna, landvinnsluna, útflutninginn, markaðssetninguna, nýjar afurðir, nýjungar af ýmsum toga, sjávartengda ferðaþjónustu, svo eitthvað sé nefnt, en allt eru þetta auðæfi hafsins. Áður en lengra haldið líklega best að ég segi ykkur frá því að ég engin sérfræðingur í málefnum þessara þátta. Ég alin upp í Reykjavík og aldrei unnið í fiski. Afi var reyndar skipstjóri en hann kenndi mér nú eiginlega meira stjörnurnar en hafið. Ég hef þó alltaf fylgst með umræðu sjávarútveg. Já, svona minnstakosti með öðru eyranu. En hann hefur sagt best að segja aldrei heillað mig. Það litla sem ég heyrði, svona með öðru eyranu, voru yfirleitt tóm leiðindi, aðalega kvótakerfið, útvegskónga, langar fjarveru sjómanna frá fjölskyldum sínum, fækkun starfa í landvinnslu, hnignun sjávarplássa og áhugaleysi ungs fólks til þess að starfa í greininni, svo eitthvað sé nefnt. Síðustu árin hefur áhuginn hins vegar smá saman aukist, sérstaklega vegna þess að auðæfi hafsins eru ótrúlega fjölbreytt og verðmætin sem við mennirnir sköpum úr hafinu eru óteljandi. Föt og veski úr fiskroði, lyf og snyrtivörur úr fiskensímum og gæludýrafóður svo eitthvað sé nefnt. Fyrir utan auðvitað matinn, möguleikarnir eru endalausir. Íslenski sjávarklassinn svokallaði hóf tilveru sína sem rannsóknarverkefni við viðskiptadeild Háskóla Íslands vorið 2010 en markmið klassans að auka verðmæti fyrirtækja sem í honum starfa. Árið 2012 gerðu Ragnar Árnason, Þór Sigfússon og fleiri rannsókn sem kallast þýðing sjávarklassans í íslensku efnahagslífi. En þar var gerð tilraun til að greina eðli og umfang sjávarklassans eins og hann í dag, meta vaxtarmöguleika hans til framtíðar og lýsa þeim skilyrðum sem þurfa að vera fyrir hendi til þess að þeir vaxtarmöguleikar nýtist sem best. Í umræðinni þá var alltaf verið að tala sjávarútveg og hans vægi hafi til dæmis verið að minnka, hans vægi í þjóðarframleiðslu og þá bara verið að skoða fiskveiðar og vinnslu. Og til dæmis árið 2011 þá var þetta hlutfall einhvers staðar 9,9%. En við héldum áfram þessu starfi sem ég var að tala það átti stað í háskólanum og reyndum að meta efnahagsleg umsvif og afkomu sjávarklassans árið 2011. Og fiskveiðar og fiskvinnsla, það sem við köllum í rauninni beint framlag, var þessi 9,9%. En nú það bætist sem sagt óbeint framlag, sem þá þetta sem að smita svolítið út frá sér. Þeir sem að framleiða tækjabúnað, alls kyns tækja- og tæknibúnað í rauninni, flutningar tengdir fiski og sjávarafurðum og svo framvegis. Og heildarframlag mátu að væri 27,1%. Líklega þetta hlutfall talsvert hærra en við fórum varlega í sakirnar og mátu á 27,1% árið 2011, 2010 var það 26%. Og störfin þá sem við teljum að sjávarklassinn skapi einhvers staðar á milli, það er rosalega erfitt að meta þetta hávísindalega en einhvers staðar á milli 20 og 30.000 störf. Ef við erum alltaf að gera ráð fyrir að hlutfallið sé helmingi eða þrisvar lægra en það þá auðvitað kannski ekki eins mikla fjárfestingar í greininni. Menn fara ekki eins varlega í sakirnar eins og í skattlagningu þegar við horfum á veiðigjöldin og það. Hvernig það geti smitað út frá sér. Það ekki bara kannski verið að hefta útgerðina, heldur smittar kannski út frá sér og minnkar eða til þess fallið að minnka framlag sjávarklassans. Botnfiskar lifa við sjávarbotninn, einir eða í litlum hópum. Dæmi botnfisk þorskurinn. En hann hefur í gegnum tíðina og enn langmikilvægasta nytjategund Íslendinga. Uppsjávarfiskar hins vegar eru feitir fiskar sem lifa venjulega í stórum torfum langt fyrir ofan botninn. Síld, loðna, kolmunni og makríll eru dæmi uppsjávarfiska. Einkenni margra þessara stofna eru miklar göngur og oft dramatískar breytingar á útbreiðslu eftir umhverfisaðstæðum. Með nokkurri einföldun má segja að loðnan veiðist aðalega frá janúar til mars
Þá taki kolmunnavertíðin við. Norsk-íslenska síldin veiðist síðan helst yfir sumarmánuðina, júní, júlí og ágúst. Nú nýlega hefur síðan makríllinn einnig veiðst mest á sumrin, en virðist þó vera að teygjast úr því tímabili. Íslenska síldin síðan helst veidd í október, nóvember og desember. Þessar vertíðaskiptingar hafa oft mikil áhrif á fjölmörg fyrirtæki og svæði, til dæmis á Austfjörðum, þar sem uppsjávarfiskur skiptir sérstaklega miklu máli. Árið 2011 var langmestum hluta íslenska aflans landað á Austfjörðum eða 39%. Stærstur hluti hans var uppsjávarfiskur. Við lok nýafstaðinnar loðnuvertíðar hittu við skipstjóra Birtings hjá síldarvinnsluna á Neskaupstað, en hann heillaðist ungur af lífi sjómannsins. Ég fór minn fyrsta túr hérna á þessu skipi hérna þegar ég var 11 ára gamall, 1977, með föður mínum sem var skipstjóri hérna þá. Og var reyndar komið með fyrsta loðnufarm á þessu skipi að landi. Þetta mjög traust skip og búinn að skila sínu í gegnum tíðina. Á þessu 40 árum sem að síldarvinnslan hefur átt hann, þá var hann búinn að skila 1,5 milljón tonna. Ég held ég geti fullyrt að það sé ekki skip sem hafi borið jafn mikinn afla af landi. Þrátt fyrir að við Íslendingar veiðum heil ósköpin af loðnum, hún ekki á borðum landsmanna dagsdaglega. Ég hef borðað hana og bæði stekta og þurrkað og þetta alveg afbragðsmatur. Loðnuhrogn þrefalt verðmætari en fryst loðna, en hrognin fara helst til Austur-Evrópu og Asíu. Á hverju ári koma kaupendur til að mynda frá Japan og taka þátt í því að taka vöruna út og meta gæðin. Við erum á sortra, karlakerlingu, skemmt og tóma. Við erum að taka pröfur til þess að geta séð hvort hún sé hæfir hrognartöku. Svona þetta alla vertíðina, það stanslegt verið að taka pröfur alla tíman. Við erum að framleiða stöðu sýnataka. Við erum með 2-3 kaupendur hjá okkur yfirleitt og þeir standa alveg vaktina með okkur í þessu ásamt okkar gæðafólki. Við vinna þetta bara saman og erum með sameiginlega niðurstöður og skýrslur og svo var hann selt eftir því. Til dæmis ef við værum að núna framleiða bara kvennlónu það frysta á Japan, þá myndum við byrja að flokka þetta í sundur. Þá kvennlónu hérna og kallónu hér. Og sér munin á kallinum, hann stærri og með þennan ugga hérna og svo yfirleitt loðin hérna rönd á honum. Sérstaklega þegar nærdreigur hrygningu. Og þess vegna heitir þetta loðna út af því hann loðin hér. Og þeir eins og Japanir sækjast mest eftir að fá kvennlónuna. Við lítum svona út og þeir vilja hafa hana með hrognasekki í. Það þetta sem þeir sækjast eftir. Hafa nógu mikið af hrognum í loðunni þegar þeir eru að frysta kvennlónu. Það mikið verðmæti í hrognunum ef ekki framleitt og mikið. Markaðurinn er mjög viðkvæmur fyrir magni og verðið mjög fljótt að falla og mikið framleitt og gengur erfiðlega að losna við. Þessar eru búin að missa töluvert á hrognum. Þannig að ef við værum að frysta á Japan til dæmis, þá myndi þetta ekki henta þar. Nú er ég bara búin að velja kvennlóðuna úr þessum pröfur sem vorum að taka á þann. Og nú ætla ég að gefa bara smakk eins og Japanin eru að borða þetta. Þeir yfirleitt pönnusteikja þetta eða elda þetta á grilli. Ég ætla bara að pönnusteikja hérna nokkru loðnu fyrir ykkur og gefa bara smakk á þessu, krydda þetta með smá papriku og smá karrí og pínlítið salt. Mjög gott. Svolítið heitt. Mjög gott. Og svo þetta svo hollt. Já, þetta kemur óvart. Ég held að ef Íslendingar myndu bæta á sig að borða meira loðnu og uppsjávarfiskum að þá
og setja feitakjötið og hamborgarana til hliðar að það væri holdafari betra. Í fyrrasumar þá réðust við það að reyna að leggja mat á hversu mikið þjóðirnar í Norður-Atlantshafi væri að nýta þorskinn sem það er að veiða. Þorskur er náttúrulega mikilvægasti tegund Íslendinga þegar horfum á útflutning. Þannig að við ákváðum að minnsta kosti að byrja á honum. Og það er sem sagt Ísland, Rússland og Noregur sem er raunin að veiða langmest. Sem er að veiða á bilinu 200 til 300.000 tonn á ári. Og svo eru kannski 10 aðrar þjóðir sem eru að veiða einhvers staðar milli 10 og 20.000 tonn. Og við ætluðum nú að reyna að skoða allar þjóðirnar en kannski ekki alltaf hægt að finna samræmd gögn allavega. Við endaðum sem þetta á að skoða Ísland, Kanada, Færeyjar og Grænland. Og þá til þess að finna út þessa nýtingu þá berum við rauninni saman allan landaðan afla. Allur afli sem kemur á land berum þær tölur saman við útflutningstölur og innlenda sölu. Þannig að við sjáum hversu mikið hlutfall af öllu lönduðum afla fór annarkvort í útflutning eða sölu innanlands. Og við fengum þá út sem sagt að nýtingin á Íslandi var með eindæmum best, hún var 73% eitthvað þar á bil og þá vorum við að skoða meðaltal 10 ára frá 2001 til 2010. Á Íslandi eru hátt í 300 aðilar fyrir utan skip- og fiskmarkaði með vinnsluleyfi á fiski. Nokkuð óhætt er því að fullyrða að landvinnslu er að finna mjög víða. Til dæmis hjá Gjögri á Grenivík. Já, við erum hérna í þorskvinnslu. Erum hérna 30 manns sem störfum hérna hjá Gjögri. Og vinnum eingöngu þorsk og hérna erum í ferskum útflutningi og þorsknökkum. En þið fóðuð dálítið mikið af fiski frá Grindavík, segðu okkur aðeins frá því hvernig stendur á því? Gjögur gerir út sem sagt 3 báta, fjölveiðiskipi Hákon og 2 ísfiskbáta, Áskil og Vörð og ísfiskbátarnir landa mest í Grindavík og sem sagt og við keyrum aflanum norður, þeir landa þó öðru hvoru hérna. Og sem sagt við erum svona svolítið heppið með það, við erum að vinna bara fisk af eigin bátum og það gerir okkur kleift að stýra veiðum og vinnslu vel saman og þar með náum við að vinna á, ef við teljum, innan dýrustu markaðina. Við erum að flytja mikið út með eins og frökturum og annað sem er mun ódýrara og munar ábyggilega meir en evru á kílóið í flutningskostnað og við erum að flytja út með Norrænu til dæmis líka. Þá þarf fiskur náttúrulega að vera vel frá genginn og hann þarf að vera hvítur á litinn helst og ekkert blóð í honum og vel kældur og bara topp hráefni á allan hátt. Þú varst að tala svolítið að það færi nú eiginlega bara ekkert til urðunar eða í ruslið. Það er eins og fiskvinnsla held ég nánast alls staðar á Íslandi í dag. Það er allt hirt eins og maður segir. Hausar eru hirtir, hausarnir eru gellaðir, gellurnar eru eins og við erum að lesa alltaf og seldar á Spán. Hryggurinn fer til þurrkunar ásamt hausnum í laugafisk. Roðið seljum við Samherja fyrir gelantínframleiðslu til Kanada. Svo er þetta bara, við erum hérna með hnakkan sem er svona 40% af flakkinu. Hann fer ferskur út og restin af flakkinu er svo skorið niður í bita og lausfryst megnið af því sko. Eftir því sem fram kemur í skýrslu Landssambands smábátaeigenda 2010 til 2011 þá var heildarafli smábáta það fiskveiðiár 70.000 tonn og heildaraflaverðmæti smábáta 23 milljarðar sem ætti samkvæmt skýrslunni að gefa 46 milljarða í útflutningsverðmæti. Já, þetta er nú hvað? Þetta er 50 róður hjá mér í þessari viku sko. Þannig að það er ágætt sko. En fram að því var búið að vera 9 daga bræla hjá mér
Veðrið skiptir smábátasjómenn skiljanlega miklu máli. En þó rjóma blíða sé á miðunum, þá ekki víst að allt gangi að óskum, því sjómenn fá ekki alltaf þær tegundir sem óskað eftir. Það er svolítið vandamál hérna, hvað er mikið að loðnu hérna í kring. Það er ennþá vaðandi loðna hérna upp í grunninn allstaðar og það er náttúrulega þegar lifandi æti í boði þá þarf maður bara að sækja lengra. Og bátarnir eru farnir að sækja alveg vestur fyrir Surtsey. En svona eins og báti hjá mér, hægengur, þá er þetta 3 tíma tím, svona ein Herjólfsferð. En það er alltaf að vera mjög gott veður sem að láta sig hafa það. Venjulega hefur þetta ekkert komið svona snemma, en nú bara vorum við að fá afla í janúar á Færeyjum, hérna heima við, sem hefur ekki þekkst hérna. Bara góðu fiskur. Það var eitthvað síld hérna sem var að draga fiskina ætið. Svo er þetta bara búið að vera fínt. Nema verðið, það er hörmung, sérstaklega þorskinn. Margs konar fjölbreytt þjónustustarfsemi hefur vaxið í kringum íslenska sjávarútveginn undanfarin ár. Dæmi slíkt fyrirtæki er Slippurinn hér á Akureyri, en þar starfa nú 150 manns. Okkar markmið er að veita þjónustu fyrir fiskiskip fyrst og fremst og við höfum haft það sem svona lykilatriði að geta sinnt allri starfseminni, þar að segja veitt alla þjónustu sem þau þurfa. Hvort sem það er stálsmíði, málun, vélvirkjavinna, vinnslubúnað, trésmíði eða hvað sem er. Og hvað er nú algengasta verkefnið? Já, það er taka skipin upp á þurrt. Það er það sem við höfum umfram venjulegt verkstæði. Það er þessu upptökumannvirki. Og svo er það vinna sem fylgir því að taka skipin upp. Þá er það vinna í kringum botninn, skrúfubúnað, stýri og allan þann búnað sem er á botni skipana. Þetta er svona rauði þráðurinn við nánast öll skip og síðan koma ýmsar viðgerðir, bæði á vélbúnaði, vinnslubúnaði, stálstruktúrnum í skipinu, stálbreytingar. Þannig að þetta er svona það helsta. Hvað er fólk helst að gera? Hvernig er menntunin og starfsvið? Já, þetta er langstærstum hluta málmiðnaðarmenn af ýmsum tegundum. Það er að segja stálsmiðir, vélvirkjar, rennismiðir. En síðan eru trésmiðir og verkamenn sem verkamennir eru í ýmisri vinnu en stærsti hlutinn þvottur og málun á skipum og tankavinna og ýmislegt slíkt. Við byggðum hérna eitt 800 fermetra hús þar sem að riðfríadeildin okkar er að flytja núna. Við byggðum þetta reynda fyrir einhverjum 5-6 árum síðan. Og riðfríadeildin er að framleiða fyrst og næstu vinnslubúnað. Við framleiðum náttúrulega DNG færavindunar og síðan erum við að framleiða í fiskeldi búnað fyrir fyrirtæki sem heitir Vaki í Reykjavík sem er að flytja sinn búnað út 95%. Þannig að við erum með ýmsa framleiðslu í þessu líka. Ingólfur er að smíða hér 400 stykki af frystipönnum fyrir Samherja. Það eru smíðar úr áli og er búin að pakka út á sjó afurðunum í öskjur. Þá fer það í pönnunar og pönnunum er stungið sann inn í plötufrystana. Já, þetta er svona eina af vélunum fyrir plötuvinnslu. Hér er verið að brjóta eða beygja plötunar. Þetta er svona tölvustýrð brotvél. Þetta sparar mjög mikið í smíðinni, annars þurftur að vera að sjóða saman þær plötur, en þarna getur þú notað eina á sömu plötun og bara beygt hana. Þetta er hús úr áli, þetta er fyrir DNG vindunar. Við steypum þetta sjálfur og svona kemur þetta úr steyperíinu. Svo fer þetta hérna inn í þessa vél þar sem þetta er rennt og fræst.
Ég að fræsa mótorhús fyrir DNG. Ég vinn þetta að hluta til í tækniforriti, segi henni hvað hún að gera. Þá rauninni setja ég verkfærin inn í tækniforritið og þá forrita ég þar, flytta svo ég hérna yfir með forritið sem umbreytir þessu í þennan kóða. Þetta í rauninni kóði sem að vélinn að skilja. Fræðilega þá get ég fræst þrívitamin í fræsivélinu. Það ekkert því til fyrir stöð. Það bara hugmyndaflugið og svo plássið, stærðin á stykkinu. Jæja, þá ertu komið hérna út í flotkvína og þetta okkar langstærsta verkfæri hérna í slipnum og aðgreinir okkur frá hinu hefðbundna verkstæði. Því hér getum við tekið skipinu upp og sinnt viðhaldi sem þarf. Þessi flotkvíð var smíðuð í Litáen 1990 eitthvað, fyrir hluta þess áratugar og búin að vera hér held ég frá 1995. Hönnuðir og listamenn nýta í síauknum mæli auðæfi hafsins í sínum verkum. Dæmi eitt slíkt sem var að koma á markaðinn, en á þó töluvert langa sögu, skepnusköpun. Skepnusköpunin til sýnis hérna í Spark hönnunargallerí á Klapparstíg. Skulum kíkja við. Þessi vara, hún hljómar og lítur út fyrir að vera mjög einföld og það var, fyrst sinn þá var ég að hreinsa, fékk bara hausa hérna í fiskibúðinni hinn með við hornið og var að sjóða fiska í tonnavís heim í eldhúsi sem að gekk ekkert rosalega lengi svona fyrir fjölskylduna. Og þannig að ég eiginlega var búin að gefast upp á að gera þetta svona fjöldaframleiddri vöru, en ég sótti og fékk tækniþróunarstyrk hjá Rannís sem að gerði mér það kleift að fá þá hjálp sem að ég hef núna fengið hjá Háskólanum á Akureyri. Örverufræðingur þar, Hjörleifur Einarsson, sem að stýrði því verkefni og þetta eru aðallega ensím sem við erum að nota sem eru þá alveg náttúrulega í rauninni bara það sem að náttúran gerir eða það sem við gerum alveg eins og pabbi gerði í munnunum í gamla daga, að hann náttúrulega notar ensím til þess að brjóta utan af beinunum og þannig meltum við, þannig að þetta er svolítið fallegt að þetta sé komið hringinn. Þetta hefur bara tekið mörg ár og þannig að fólk átti sér kannski að við heldum að við erum búin að ná þessu, en ég reyna að hafa steinbítskjaft í hverjum kassa af því hann er svo flottur og fyrst sinn þá náðu þetta til dæmis gamall sem að við vorum ekki búin að ná nógu vel af því hann er svo feitur og til þess að ná að ensímin næði að vinna á allri fitinu úr honum þá mistum við alltaf tennurnar til dæmis, en svo komumst við að því að stundum náðu við að halda tönnunum í og stundum ekki. Við skildum ekki af hverju, en þá erum við eiginlega búin að komast að því að bandvöðurinn í fisknum er miklu sterkari á vissum árstímum. Þannig að við þurftum að bíða í 1 ár í viðbót til að taka stikkprufur og allt árið, hvenær hann væri í rauninni sterkastur. Það var ofsalega margir komið að þessu bæði fjárhagslega og tæknilega. Þannig að nú fyrst þetta komið, þá nú verð ég að taka þetta alla leið. Ég bæði skulda sjálfur mér það eftir mjög mikla vinnu og svo öllum þeim sem hafa komið að þessu. Þannig að núna er ég að vonast til þess að komast á erlendan markað og halda svona sýningu er náttúrulega partur af því. Ég bara vona svo innilega að fólk átti sig á því
að hugmyndafræðin bak við þetta komist til skila, að við þurfum aðeins að líta okkur nær og skoða hvaða efni við erum í kringum okkur og sérstaklega þetta að ekki gleyma sköpunar gleðinni, hvað það er miklu skemmtilegra að eiga hluti sem maður býr til sjálfur og bara miklu betra fyrir börn og fullorðna að nota kreatífa hugsun. Það er svo gott fyrir alla. Núna ætla ég bara í útrás og ég bara vona, og þessi sýning hönnunarmannssýningin hefur sýnt mér það er ótrúlega viðbrögð sem ég fæ og erlenda pressan er alveg ólmi að fjalla um þetta og þetta hefur greinilega einhver svona skemmtilega áhrif á fólk. Þetta er ferskt og nýtt og öðruvísi og þannig ég held og vona að þetta eftir að ganga vel.